Góðan dag, Finnbjörn heiti ég og er ráðgjafi hérna í talkhópnum hjá Advania og veriði velkomin á fyrirlesturinn. En það sem að verður fjallað í dag er virðisaukaskattsskýrslurnar í nýja talkkerfinu og atriði tengt þeim og hvernig við getum skilað virðisaukaskattinum rafrænt og haldið utan hann í kerfinu. Nú eftir að umfjöllunin lýkur þá gefst ykkur kostur á að koma með spurningar og við munum svara þeim jafnóðum og þær berast og talkráðgjafar hjá Advania munu vera okkur inn að handar með spurningarnar og allar fyrirspurnir. Hér er upptalning á þeim atriðum sem að verður fjallað sem tengjast virðisaukaskattinum. Það er uppsetningin. Við þurfum í rauninni áður en að virðisaukaskattinum er skilað í fyrsta skipti að þá þarf að setja upp stillingar í kerfinu og síðan verður farið í gegnum þessi rafrænu skil á virðisaukaskattinum. Vaskskýrslurnar sem við getum tekið út úr kerfinu til að hjálpa okkur að stemma af og skoða rauninni stöðuna á vaskinum í hverju tímabili fyrir sig og síðan munum við fara aðeins yfir bókhaldslyklana, hvernig vaskurinn bókast og jafnvel skoða örlítið handfærðan virðisaukaskatt. Og hérna höfum við bara skjámyndir úr kerfinu. Til þess að setja inn stoppgögnin þá er farið í heim, uppsetning og stoppgögn og það þarf að vera búið að setja inn virðisaukaskattsnúmerið, þetta 6-stafa númer sem er gefið út hjá RSK. Og þegar búið er að setja inn virðisaukaskattsnúmerið þarf að virkja veflykil fyrir rafræn vaskskil og þá er farið í uppsetningu og þjónustutengingar. En í þjónustutengingum eru ýmsar tengingar við önnur kerfi sem hægt er að setja upp. Það er einfaldlega blámað hérna virkja vefskil fyrir rafræn vaskskil og smelta á uppsetningu og þá fáum við þennan glugga hérna og setjum inn veflykilinn. Númeraröðin hérna, þetta er númeraröð, ekkert ósvipað númeraröð færslubóka og er í rauninni bara sjálfgefin. Og til þess að skila virðisaukaskattinum rafrænt þá förum við í fjármál og veljum hérna vaskskýrslur. Áður en kannski við byrjum á því er ágætt að fara inn í þessa hérna skýrslu vaskafstemming og vaskmótreikningsskýrsla til þess að taka út yfirlit yfir vaskfærslur á tímabilinu. Þannig að maður getur notað það svona til þess að stemma sig af. Sjáum hérna á þessari mynd að hér er raunverulega búið að flytja inn tímabil og þá kemur það hér. Þetta er úr demogrunni, þannig að þetta er gamalt tímabil, 1.3. Þetta er mars-apríl 2017. Og þegar maður smellur á tímabilið sem maður var búinn að sækja, þá fær maður raunverulega þessa valmynd. Við sjáum það að hérna í miðjum skjánum þar eru við rauninni með alla vaskflokkana sem geta komið á skýrsluna. Skýrslan er ekkert annað en tafla, þessi tafla hérna. Hér höfum við síðan samtölur skýrsluna. Og ferlið í þessu er í rauninni þannig að við þurfum að fara í gegnum þessi 4 skref hérna í tökkunum. Við byrjum á því að fara í reikna og bóka vaskuppgjörið hérna. Þá erum við raunverulega að taka sama vaskinn og bóka hann í fjárhag. Rauninni færa stöðurnar af innskatts- og útskattslyklunum á uppgjörsreikning VFSK. Að því loknu er farið í tillögulínur og þessar tillögulínur eru mikilvægar vegna þess að þær rauninni búa til skýrsluna. Þær taka uppgjörið og flytja það hérna yfir í töfluna. Þannig að ef ekki er smellt á tillögulínur að þá skilast ekki neitt, þá fer ekkert inn í skýrsluna. Nú síðan er farið í sannvott og virkja, samskipti við þá RSK og að því loknu ef allt lítur eðlilega út þá er ekkert annað en að senda skýrsluna. Þá fáum við hérna
link á kvittun sem við getum tekið út og raunverulega þá búið að klára að skila virðisaukaskattinum. Skoðum aðeins nánar hérna valmyndina fyrir reikn og bóka vask uppgjörið. Þessar tölur hérna, dagsetningar, koma sjálfkrafa eftir virðisaukaskattstímabilinu sem að var valið í upphafi. Hér kemur þetta sjálfgefna fylgiskjalanúmer bara í tímaröð. Hér valinn uppgjörsreikningur VFSK og sína vaskskýrslu, þá fáum við raunverulega skýrslur færslurnar, bara svipað og þegar maður er að bóka dagbók. Svo bóka, hérna velur maður til þess að færa raunverulega færslurnar í bókhaldið og svo smellir maður bara í lagi. Og þetta síðan þegar maður ýtir hérna á sannvotta og gef út, að þá þetta raunverulega villuprófun hjá RSK og ef allt í lagi þá smellir maður hér, hérna svona að vera að prófa tenginguna. Aðeins handfærðan virðisaukaskatt, en það lykill í kerfinu í grunninum í flestum tilvikum, en það nú lítið mál að bæta honum við ef hann ekki að finna þar, og þá þarf að stofna hann sem efnahagsreikning og velja hérna handfærður og handfærður 24% út af því að þetta 24% virðisaukaskattur. En við skulum þá skoða aðeins hvernig þetta inn í kerfinu. Opna kerfið hérna. Ég þarf nú trúlega að skrá mig hérna inn aftur. Hérna höfum við það og tökum þetta bara í sömu röð. Hérna höfum við þá uppsetningu, við ætlum að setja inn virðisaukaskattsnúmerið. Það raunverulega bara sett inn hér. Og síðan ætla ég að fara í uppsetning og þjónustu tengingar og velja hérna virkja vefskil fyrir rafrænan VFSK, smelli hérna á uppsetningu og hér búið að náttúrulega slá inn veflykilinn og númeraröðin hérna. Og þá bara þegar maður búinn að slá með veflykilinn og loka maður og þá á allt að vera klárt, öll tengingin. Því næst förum við í heim og fjármál, virðisaukaskattsskýrslur hérna. Hérna sjáum við að flytja inn tímabil, þá fáum við þetta tímabil hérna og ég get farið hérna í vaskmótreikningsskýrsluna til þess að sjá hvernig staðan á virðisaukaskattinum fyrir þetta tímabil. Ég þarf að breyta því hérna út af því að þetta raunverulega gamalt tímabil, en venjulega hún alltaf að taka nýjasta tímabilið sem lokið. Þannig að við segjum hérna bara mars-apríl 2017 og senda til, fáum þetta bara í PDF. Og það þarf að fá hérna skrána yfir svona. Og þetta þá í rauninni skýrslan. Hún svona mjög lík skýrslunni bara sem kemur inn á RSK. Hér engin innskattur, bara með útskatt hérna og greiðsla hérna. Ok. Síðan við hérna með vask afstemmingaskýrslu, þá þarf ég aftur að breyta tímabilinu hérna. Og hérna listar hún upp lyklana og færslunum sem á bakvið. Þannig að ef maður með marga færslur og marga lykla, eins og gengur gerist, þá myndi það listast hérna allt saman upp.
En þá skulum við fara inn í vaskskilin sjálf, veljum hérna bara breyta og þá fáum við þessa valmynd hérna. Hérna er rauninni bara númerið á vaskskilunum sem er bara í hlaupandi tímaröð. Hér hefur upphafsdag og lokadag, þannig að þetta er þetta vasktímabil, staða opin og ég ætla að reikna og bóka vaskuppgjörið. Hann bókast hérna á þessum degi, 34. sem er lokadagur vasktímabilsins. Hérna er valinn uppgjörsreikningur VFSK. Sýna vaskfærslur og bóka. Ég ætlum að bóka þetta. Á að reikna og bóka vaskuppgjörið sem bara já þar. Fáum þetta hérna í PDF. Það er svona aðeins skýrara. Hér er sem sagt þetta vaskuppgjör. Það er sem sagt búið að bóka þessar færslur. Já, þetta er bara allt eins og að vera. Og því næst fer ég í tillögulínur því sjáu það eru enga tölur komnar hérna inn. Og nú eru komnar tölur. Það er sem sagt færast hérna inn í skýrsluna og eru komnar, sjáum það reyndar ekki alveg nógu skýrt hérna, þær eru komnar hérna líka til greiðslu hérna. Hún er með hérna skattskilaveltu og svo útskattinn. Þannig að hér er sem sagt skýrslan tilbúin. Og við getum líka séð, ef ég loka þessu hérna bara, getum við farið hérna í leitina og fjárhagsdagbækur. Þetta eru yfirleitt yfir allar dagbækur sem bókaðar eru í kerfinu og ef við förum bara hérna í nýjustu dagbókina og þá sjáum við að það er búið að bóka hérna 15. vaskuppgjör. Við getum haft hana valda með því að smella á hana og farið yfir í fjárhag og þá sjáum við að hún er raunin að færa þessa færslur. Hún núllar út lyklana og færir yfir á vaskuppgjörslykilinn. Þannig að þá er búið að bóka það. Nú ef að við þyrftum að gera leiðréttingar og bóka einhverja færslur í viðbót, að þá getum við raunverulega bókað uppgjörið aftur. Og þá breytist það. Nú við ætlum að fara í, já, við skulum kannski prófa það að ganni að færa hérna, færa eina færslu. Förum hérna bara í fjárhag, færum hérna, eyða þessu hérna, eyðum bara þessu, svona. Færum hérna 1.4.2017. Við skulum eyða þessari línu hérna. Bara svona. Sjáum hvort við getum bókað þetta svona og ég ætla að færa á handfærðan virðisaukaskatt. Sjá. Handfærður virðisaukaskattur
bara hérna 5.000 og á lánadrottinn svona, bókum þetta. Við ætlum ekki á þessa dagsetningu, við ætlum að færa hérna á 1.4.2017. Og förum þá aftur yfir í virðisaukaskattstímabilin, fjármál, vaskskýrslur. Við getum skoða hérna hvort að breytingin hafi komið hérna inn. Og þá sjáum við hérna innskattur upp á 5.000 komið inn, handfærður. Þannig að það búið að uppfærast þessi skýrsla eftir þessa færslu sem hann færð. Því næst förum við í að breyta og veljum hérna reikna og bóka. Já, hún kemur þá væntanlega með skýrsluna, hún færir hana væntanlega yfir. Sjá, gerum þetta svona. ætlum ekki að bóka, ætlum bara að skoða. Þá kemur hún bara með þessa skýrslu hérna, þar sem að hún bætir við því sem var óbókað. En ef við erum bara ánægð með þessa skýrslu, að þá er farið hérna í sannvotta og gefa út. Niðurstöður villuprófun RSK, veljið lagi til að halda áfram eða hætta við til að stöðva afhendingu. Veljum bara hérna í lagi. Þá er raunverulega ekkert annað eftir en að senda skýrsluna og ég ætla svo sem ekki að senda hana, það er þetta hérna, ég ætla svo sem ekki að senda hana hérna úr þessum demogrunni, þannig að ég ætla bara að segja þessari umfjöllun lokið virðisaukaskattinn og hvernig maður skilar honum, og ef þið eru með spurningar þá megið þið endilega skrifa þær inn núna, pósta þeim inn á spurningamerkið hjá ykkur og við munum þá svara því. Já, þá er þessu lokið í dag, en mér langar til þess að biðja ykkur að svara örstuttri könnun sem að mun birtast hér bara eftir nokkrar sekúndur. En þakka ykkur bara fyrir að mæta hingað og fylgjast með og takk fyrir.